Já, það er þannig að ef að Snorri Másson er svona mikill rugludallur og talar bara tóma steypu kynjafræði, þá ætti að vera lítið mál að benda á það og rökræða, færa rök fyrir því hversu vitlaust mál Snorra Mássonar er. Við sáum viðbröðin við ræðu Snorra í Alþingi eru búin að vera mjög harkaleg og til dæmis þarna var vísir með frétt sem segir Snorri sagður spúa hatri og trömpísku yfir heimsbyggðina. Þarna er sem sagt mynd af Snorra Mássyni og svo Maríu Hjálmtýsdóttur sem er hvorki meira en minna en aðalritari félags kynjafræðinga. Þeir voru með gamla Sovjet, þá voru með aðalritara kommunistaflokksins. Þetta er bara tilviljun. Já, þetta er bara tilviljun. Þetta er tilviljun. En María Hjálmtýsdóttir skrifaði færslu sem ég ætla að fá að lesa þetta næst. Hún er, það er næsti linkur. Þar segir sem aðalritari félags kynjafræðikennara finn ég með knúna til að bregðast við ummælum þingmanns Miðflokksins á Alþingi okkar Íslendinga þar sem hann fer með rangfærslur og hræðsluáróður kynjafræðikennslu í skólum landsins. Ok, það er spennandi. Hann fór með rangfærslur. Það verður gaman að heyra hverjar þær voru. Hún heldur áfram. Ræðan minnir margt á þá brælu sem Bandaríkjaforseti og hans lið básúna yfir heimsbyggðina þessa dagana. En það er hatrið orðið svo mikið að jafnvel hörðustu nöglum stendur ekki að sama. Ok, þannig sem sagt bara verið að líka Snorra við einhvern annan vondan mann en ekki neitt áþreifanlegt. Í ræðustóla Alþingis er því haldið blákalt fram að kynjafræðikennsla sé innræting sem snúist fórnarlamsvæða stúlkur. Kynjafræðikennarar eru ásakaðir að kenna strákum að víkja fyrir stúlkum og skamma sín fyrir sitt náttúrulega ástand, karlmennskuna. Ok, hún svarar því samt ekkert. Eins og það sé ekki nóg eru við sökuðum að kenna nemendum okkar að það að vera karlmaður sé á einhvern hátt eitrað. Já, og það er þessir heldur ekki svarað. Það eru sjálfsagt fáar fræðigreinar sem verða fyrir hatrömmum, ásökunum innrætingu, heilaþvott og þvaður og kynjafræðin. Ítrekuðum rannsóknarniðurstöðum er andmælt af því að fólk er á annarri skoðun og sammála að vera ósammála. Oft reyni ég að rökraða við fólk á samfélagsmiðlum þegar að farið með rangt mál kynjafræðikennslu, en drullan, vanvirðingin og útúrsnúningarnir eru því lík að það er ekki á nokkra manneskju leggjandi að standi í því argaþrasi. Ok, takk eftir, það er ekki komin ein einasta efnislega gagnrýni á mál Snorra ennþá. Við erum komin niður fyrir hálfan pistilinn. Það má yfta öxlum og rangfól á augunum yfir röfli í athugasemdakærum samfélagsmiðla en þegar að sama orðræðin er komin í ræðustól Alþingis er komin tíminn til að velta fyrir okkur á hvaða vegferð við erum og hver tilgangur stjórnmálamanna sé sem að tala svona. Það er nefnilega ekki eins og þetta sé eitthvað nýtt og frumlegt tal, einhver sem þorir meðan aðrir þegja. Jú, þetta er þetta einmitt það, það er enginn þorað að segja þetta í sölum Alþingis til þessa. Tal gegn jafnrétti og jafnréttisbaráttu er eldgamalt trix og þau sem þekkja veraldasöguna vita vel hverjar afleiðingarnar geta verið. Snorri Másson var ekki með neitt tal gegn jafnrétti og ég hef ekki séð neitt í fari hans sem bendi þess að hann sé á móti jafnrétti. Þetta er algjör strámanns taktík hérna. Nú viðurkenni ég að ég er skítrætt við þennan áróður gegn kynjafræðikennslu, ekki bara vegna þess að hann byggist fyrst og fremst á rangfærslum og lygum, heldur vegna þess að hann talar inn í þá orðræðu sem við erum hver mest að reyna að vinna gegn með kynjafræðikennslu. Þótt dulbúin sé sem skynsemishyggja, eða hvað sem fólk kýs að kalla það, er þessi áróður uppsprottin af nákvæmlega sama stað og reiði ungra karla. Ofbeldishegðun, vanlíðan og einmannaleiki og hann ýtir undir nákvæmlega það sem við sem samfélag viljum helst útrýma. Vandamálið er nefnilega ekki kynjafræðikennarar, heldur þvert á móti. Spyrjið bara nemendur okkar. Einmitt. Þannig að, ok, ég er búin að lesa pistilinn í heild sinni og... Er meira en þetta ekki staðar? Nei, þetta er allur pistilinn og í honum var sem sagt ekki einasta efnislega gagnrýni á mál Snorra Mássonar. Ekkert. Það bara verið að kvenka sér undan því að það sé verið að gagnrýna kynjafræði og það sé stórhættulegt og það séu bara vondir menn sem gerir það. En staðreyndin er svo að það sem að Snorri Másson segir er þetta fullkomlega rétt. Kynjafræðin hefur sýnt okkur það að hún gengur svolítið út á að fórnarlamsvæða
nánast allar konur að bara það að vera kona þýði að þú sért undirsett sem fórnarlamsvæðing auðvitað. Og það verið að gríluvæða nánast alla kallmenn. Allir kallmenn eru kúarar og væntanlegir nauðgarar eða nánast þannig sko. Þetta auðvitað mjög toxic hugmyndafræði. Það að segja þessi kynjafræði sem að byggir á róttækum femínískum hugmyndum. En ég kalla Snorra bara góðan að hafa vakið máls á þessu í ræðupúlti Alþingis. Sjáum aðeins ég ætla að sjá Einar Steingrímsson starffræðingur skrifar þessi orðaskipti. Já, feministar og að minnstakosti sumir kynjafræðikennarar hafa einmitt hamrað á því hvað karlmennska sé eitruð og stígamót stimpla drengi jafnvel niður fyrir 10 ára aldur sem kynferðisofbeldismenn án þess að vita nokkuð meint brot viðkomandi nema einhliða frásatnir sem við vitum ekki einu sinni hvernig stígamót hafi túlkað. Einhver furða að margir ungir drengir hafi ímugust á feminismanum? Og það ágætt komment þarna. Getur fólk ekki verið ósammála án þess að þessi byrjaði að röfla einhverja hatursorðræði alltaf? Hvað merkir annars það hugtak? Að Snorri Másson hafi verið með hatursorðræðu í ræðupúlti Alþingis þetta algjörlega galin hugmynd. Þetta bara þessi orð sem við nota til að tryggja við erum að ná þessum orðum hatursorðræða. Sjáum aðeins, fara aftur á Maríu Hjálmtýsdóttur fyrirgefðu. Prófar að íta bara á deilingarnar og þetta svo klassísk og þetta Arnar Eggert Thoroddsen sem að María Hjálmtýsdóttir skrifar og þessu fólki finnst svona eitthvað eins og þetta svar Maríu Hjálmtýsdóttir hafi verið svo rosalegt. Takk María Hjálmtýsdóttir fyrir þín skrif skaðlega orðræðu. Já. Skaðleg orðræða? Þörf lesning hér, segir Lára Jóna. Og skrólaði meira niður, þetta áhugavert að sjá sko. Takk María Hjálmtýsdóttir. Og þarna kemur Hulda Tölges. Takk María Hjálmtýsdóttir. En þessi pistill hennar Maríu aðalritara kynjafræðinga var ekki neitt skilu. Það engu svarað með þessum pistli. Flottur og þarfur texti hjá Maríu Hjálmtýsdóttir. Já. Þetta allt svona. Kvenréttindafélagið skrifar María Hjálmtýsdóttir stjórnarkona í Kvenréttindafélagi Íslands, kynjafræðikennari og ritari félags kynjafræðikennara. Starf þeirra verður nú fyrir árásum úr óvæntri átt úr ræðustól Alþingis. Hún skrifaði eftirfarandi á Facebook síðu sína í gær og við tökum undir hvert orð. Þetta allt svona sko. Og mér finnst maður finnur það er svona kraumar undir mikil óánægja með það að Snorri Másson skyldi hafa vakið máls á þessu í ræðustól Alþingis. Ég hef talið að þetta sé bara frábært tækifæri einmitt til þess að við sem samfélag förum í alvöru að ræða kynjafræði. Það alveg fullt tilefni til þess og það mætti kalla til í sjónvarpssal RÚV, fyrst að við erum með þetta ríkissjónvarp í almannaþágu. Akkur ekki að vera með einhvers konar pallborðsumræður þar sem að kynjafræðingar og gagnrýnendur kynjafræðinar getur komið saman og rætt þessi mál. Ég var bara til að sjá þau tvö. Já, eða þau tvö og getum byrjað á því. Já. Staðreyndin svo einmitt að kynjafræðin eins og mörg önnur trúarbrögð að leið og það farið að rökra eitthvað þetta og káan í málin og þá hrynur þetta allt sjálft sig. Það málið. Það það sem það óttast við þessa umræðu. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.